Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Viðfangsefni okkar í þessum þætti eru ólík. Annars vegar hittum við Samúel Kára Friðjónsson, atvinnumann í knattspyrnu, og hins vegar förum út í óveðrið síðustu helgi og sjáum hvernig Keflavíkurflugvelli haldið opnum við erfiðar aðstæður. Þá förum við á 13. gleði í Reykjanesbæ, en við ætlum að byrja í óveðri. Það alls ekki einfalt mál að halda Keflavíkurflugvelli opnum þegar úti blæs ekta íslenskt rok og vindhviður slá í 33 metra á sekúndu. Ekki bætur úr skák þegar vindurinn ekki beint á brautarstefnu og hiti við frostmark. Hilmar Bragi stóð vaktina með snjóruðningsmönnum á Keflavíkurflugvelli og ræddi við Sigurð Magnússon sem hefur starfsheitið Snjókóngur. Það sér svolítið í hérna, það komið númstiga hiti og aðeins verið að festast í henni. Ég tek hana bara yfir byrjaði bara við leggjum á stað tilbaka. Bæði hvort þú snúðu á endan, ég sé ekkert að sinna inn að fara kílónum, ekki lók bjóra, þess að koma austurnaðinn og þess að snúðu á endanum. Það bara varlega að fljóða alltaf á endanum. Já, við förum varlega. Keflavíkurflugvöllur sefur aldrei. Til þess að flugvélar geti lent eða tekið á loft frá flugvöllunum þarf að vinna mörg handtök á bak við tjöldin. Suma daga álagið meira. Það alls ekki einfalt mál að halda flugvellinum opnum þegar sterkir vindar blása og ofankoman í föstu formi. Þegar fyrsta óveðurslægð ársins gekk yfir landið síðustu helgi var umferð flugvöllin með minnsta bóti. Hér má sjá flugvél taka á loft til austurs frá Keflavíkurflugvelli. Nei, hún sést bara alls ekki taka á loft í hríðinni. Svona var ástandið. Já, flugvélar voru að koma og fara þegar versta veðri gekk yfir og það kallaði á mikla vinnu við að hreinsa flugbrautir og tryggja örugg bremsuskilyrði. Það getur verið erfitt í mikilli úrkomu og hitastigi við frostmark. Já, þetta var svolítið leiðilegur dagur eins og tókst ekki eftir. Það var framan að var frost í jörðu og 0 gráður kannski eitthvað svoleiðis. 1 til 2 stæði hiti. Við erum alltaf með þessi samhengi sem voru á brautunum. Við erum með við skökum á brautunum á þessum tækjum með kústurás og tönn og ísblað og ef það virkar ekki þá erum við með sand og við erum með vökva og ýmislegt fleira sem við reynum að hjálpa okkur til með. Í dag vorum við líka við mikinn hliðavind þannig að þetta var svolítið erfitt. En þetta bara svona, við bara sópum brautirnar upp og niður og bíðum eftir líka að veðrið hjálpa okkur og hitastigið farið upp og í dag gekk þetta bara mjög vel á lokum. Það fór að hlýna í brautum og það lentu alla vilna. Það fór reyndar inn til London aftur en það var líka þessum hliðavind að kenna, það var mjög mikill. Hvað þetta mikið að tækjum og mannskap sem að standa á vaktina? Við erum 17 á vakt og það eru 6 dagmenn líka. Þannig að við höfum ekki verið svona 24-5 í dag. Og ég með heilt gengi líka niður í flugstöð. Það eru 3 kústar þar og 4-5 payloaderar. Og þeir eru stanslaust þar og svo ég með 6 kústa á brautum sem eru bara stanslaust að reyna að halda brautinni opinni og meðan það erfitt að eiga við brautirnar þá erum við bara fastir þar. Svo koma akbrautir og flughlöð þar á eftir í forgangsröðinni. Í dag það var mjög stíf suðaustanátt og þið náttúrulega leggja þá áherslu bara á að halda einni braut opin. Já, það eru náttúrulega krossast brautirnar og við erum ekkert að reyna að opna 2 menn við getum ekki opnað eina. En í framhaldi af því að við náðum vestur-austurbrautinni góðri þá fórum við beint í norður-suðurbrautina og
við vorum nú ekki nema kortin að opna hana líka. Þetta mjög erfið vindátt. Þetta svona svolítið þvert á báða brautir. Þetta þvert á báða brautir og í raun og veru hefðu getað nota hvora sem var í dag en þegar það svona mikið hliðavindur þá eru bremsuskilyrðin, þá eru strangari skilyrði, þá viljum við fá betri bremsu heldur en þegar vindurinn beint á brautina og það gerir okkur aðeins erfiðara en vik. Eruð þið ofta að fá svona veður eins og í dag, það sem annars vegar hiti við frostmark? Það var kannski vandamálið að hitinn yfir jörð var bara eiginlega á núllinu. Já, það skemmdi fyrir og hjólförin á brautinni eftir okkar tæki, við náttúrulega þjöppum snjóinn á okkar eigin tækjum og búum raun og veru til klaka sjálfir en ég hefði viljað meiri hita í brautunum þarna til að byrja með en svo rættist úr því og þetta blessaðist allt fyrir rest. Þetta aðstæður sem koma oft upp? Ekki svona mikill vindur, það náttúrulega og mikil úrkoma líka með vindunum, nei, það ekkert á hverjum degi sem það en við erum oft að díla við þessar 0 gráður sko, sem eru alltaf eiginlega leiðilegar. En það gerist samt sjaldan að þið þurfið að nota sand, yfirleitt þetta bara, eða ekki kústar og ísblöð sem að skrapa þetta en það þarf einstakar sinnum að grípa í sandinn sem við þekkjum svona utan vallar. Sko það sem gerist náttúrulega stundum við svona aðstæður, þá virkar ekki neitt. Þá þarf að fara að reyna eitthvað annað sem þú ert ekki vanur að gera. Við erum ekki vanir að sanda flugbrautir, við söndum akbrautir en við setjum sandinn á brautinu og vökva með því til þess að liggja í smá stund á og reyna að mýkja upp ísinn sem á henni. Og svo koma kústarnir með ísblöðin og virbustana á eftir og rífið upp með sandinum. Við svona reynum bara að gera hvað sem við getum og svo náttúrulega sópuðu sandina af í framhaldi að því. Við viljum helst ekki hafa hann á þegar vélarnar að taka á loft eða sem sagt lenda. En það náttúrulega ekki bara flugbrautir, þið eru náttúrulega með gríðarleg flæmi sem þarf að hreinsa. Já, nú er hitinn komin í 5-6 gráður og þetta orðið svona þægilegt og nú getum við fara að einbeita okkur að austurhlaðinu sem við erum á núna og svona bara tiltekt hér og þar og svona bara klára þetta. Nú er veðrið farið að hjálpa okkur og hitast í orðið 5-6 gráður og góður hiti í jörðu en ég sé alveg fram á þessum að vinna alveg til 8 í kvöld bara við að klára svæðin sem sitt á hakonum meðan við erum á brautunum og stæðunum. En getur vatnselgur eitthvað að trufla ykkur? Það er víða náttúrulega snjóruðningar og kannski erfitt fyrir leysingavatnið að komast í burtu. Já, það er svolítið stípla upp í flugstöð niðurföllin en það er ekkert mál fyrir flugvélar að keyra yfir þetta menn þetta er ekki á flugbrautunum, þá er þetta allt í lagi. En svona flugþjónustu tæki, þau eru ekkert að lenda í vandræðum? Nei, þetta er nú bara svona bílar meira og minna, við höfum ekki fengið neinar, þeir eru fljótir að hringja ef það er eitthvað og það hefur ekkert verið kvartað við því. Þetta hefur allt gengið vel fyrir sig upp í flugstöð og hún var mikið betri í raun og veru heldur en flugbrautin og meiri hiti þar í jörðinni heldur en út á flugbraut. Keflvíkingurinn Samúel Kári Friðjónsson, atvinnumaður í knattspyrnu, fór utan 16 ára gamall til Englands þegar hann gerði samning við enska liðið Reading sem þá var í efstu deild. Nú, 7 árum síðar, er hann líklega á leið til annars liðs. Þá er kappinn kominn í landsliðshóp Íslands. Samúel kom til Íslands í desember eftir að hafa leikið sinn síðasta leik með norska liðinu Viking en í þessum leik tryggði liðið sér bikarmeistaratitilinn í Noregi. Við hittum Samúel í fyrsta knattspyrnuhúsi landsins, Reykjaneshöllinni, þar sem hann hóf knattspyrnuferilinn. Ertu alinn upp hérna í Reykjaneshöllinni? Já, maður segir það. Með boltan? Já, algjörlega. Þetta er svona annað heimili mitt. Já.
og hefur alltaf verið það þangað til ég fór út. Þannig að, já, ég hef mikið að þakka höllinni fyrir. Það já, er þetta búið, heldur að þetta sé að hjálpa? 120% sko. Þetta er bara, þetta búið lífið mitt síðan ég fór út. Fyrstu snemma áhuga á fótbolta? Já, klárlega. Ég get segja að ég man eftir, en ég segi svona 34 ára og síðan alltaf alvöran byrjaði í svona 15 flokki þegar maður fór svona vita meira þetta á svona. Þannig að, já, small leið. Hvernig gekk þér í yngri flokkunum? Bara mjög vel. Minn árgangur var mjög sterkur og sérstaklega voru konur í 11 manna boltan og þannig að bara, jú, eins og ég segi, sterkir og unnum mikið. Og hvað fannstu þið einhvers staðar á ákveðnum stað á vellinum frekar en annars staðar? Já, ég meina, ég byrjaði náttúrulega í hafsendinum þegar voru með 11 manna boltan en síðan þegar ég var komin í meistaraflokki hjá Svoran þá fór ég vinstri bakvörðinn en ég hef alltaf verið miðjumaður þannig að ég fór út sem miðjumaður og er það ennþá í dag þannig að það er svona mín staða. Og svo förum við hratt yfir sögu yfir unglingaboltann og þá þú byrjar að spila með meistaraflokki Keflavíkur, já, mjög ungur eða ekki? Jú, ég byrjaði 16. Ég spilaði fyrsta leikinn 16 ára? Já, PEF-deildinni spilaði ég 16 ára, fyrsta leikinn minn. Já. En spilaðir ekki marga leiki? Ég spilaði 2. Ég fekk reyndar rautt spjald í fyrsta leiknum. Já, rautt spjald í fyrsta, ég ætla að vera að spyrja þig um það. Hvernig gerist það? Manstu eftir því? Já, við vorum að tapa held í 4-0 á móti Val útivelli og á 87. mínútu þá sagði ég eitthvað við línuvörðinn sem ég átti bara ekkert að segja sko og það fauk út eftir það. Ertu skapmaður? Já, ég myndi segja, ég meina fótbolti er leikur hitans þannig að maður, já, ég get alveg viðurkennt það, ég er með mikið skap. Já. En á jákvæðan hátt. En líka metnað? Já, það snýst allt um það. Já. Þannig að Og hvað gerist þarna á þessum tíma? Þú ferð til útlanda hana? Já, sko. Hvernig gerist þetta? Ég fór fyrir árið, sem sagt, sísónu byrjaði ekki hér fyrir í maí, sem sagt, því ég spilaði minn fyrsta leik. Þá fór ég í mars til Reading. Í Englandi? Já, í Englandi. Þegar ég voru í ensku úrvalsdeildinni þá. Fór þangað út og bjó fjölskyldu frá mars til, sem sagt, maí því ég kom heim í sumarfrí. Og já, spilaði hana leik og með Keflavík í PEF-deildinni og fór síðan stuttu eftir þann leik beint út aftur og það var ágúst og það var pre-season að byrja þar. Já, Reading. Já. Og hvað, varstu þá í úlingaliðinni hjá þeim eða hvað? Já, ég byrjaði við 18, gerði vel, við fórum í undanúrslit í stærsta bikarnum þar, FI Youth Cup og spilaði einnig með varaliðinu þar sem unnum bikarinn og síðan æfði ég alltaf með, sem sagt, á mínu öðru ári, sem sagt á mitt fyrsta ár, þá æfði ég alltaf með aðaliðinu og spilaði síðan með varaliðinu. Þannig að ég var þannig í 4 ár. Og hvernig, þú varst þannig í 4 ár og hvernig var það? Kom ekki mamma þín út og var hjá þér og hvernig var? Jú, á mínu öðru ári kom mamma út og var hjá mér í 1,5 ár. Já. Og elda og niður og svona eins og? Já, algjörlega sko, jú, þetta var bara eins og heima og ég var mikið henni að þakka, mömmu og pappa og fjölskyldunni og ég lærði mikið af þeim og tók þetta bara með hann til hún fór heim þá gæti ég séð mig sjálfur og ég hef gert það síðan. Já, en hvernig tími var þetta í Englandi, svona þú ert að byrja atvinnumannaferil? Hvernig varst það að fíla þig? Bara mjög vel, ég held að ég hef bara verið, mindsetið á mér hefur alltaf verið þannig að ég ætla að vera atvinnumaður og það er ekkert sem er komið í veg fyrir það og sjálfsög er það erfitt á köflum og reynir mikið á andlegu hliðina en ég held að ég hef bara verið það undirbúinn og reddi í þetta gekk bara upp. Já. En eftir 4 ár þarna, þá liggur leiðin til Noregs eða ekki? Jú. Hvernig út af hverju? Sem sagt þessi 4 ár í Englandi þá fekk ég samningstilboð frá Reading aftur sem við ákveðum ekki að taka. Bara þannig séu þetta því mér langar að fara að spila meistaraflokksbolta, ekki bara vera að æfa með meistaraflokknum og vera í varalið. Þannig að við ákveðum að taka stökkið yfir þegar Vålerenga sýndi mér áhuga. Og já, það var 2016-17 tímabili sem ég var komin þá til Oslo. Þannig að það var mjög gott. Og hvernig var tíminn þar? Mjög fínn. Byrjaði ekki vel, ég meina eftir viku ég var búinn að skrifa undir þá sleit ég krossband og var út eftir það 1 ár. En já, og það eins og ég segi, það tók rosalega andlega á en
með mikill hjálp frá fjölskyldunni og Gunnar Má sérstaklega sem hjálpaði mér í því svið og Gunnar Má Másson. Já, Más, Gunnars algjörlega. Hann algjör klettið fyrir mig. En síðan eftir þetta, eftir 1 ár þá var ég komin aftur og byrjaði að spila, sem sagt, ég myndi segja svona cirka, 1 ár, 11 manni. Og það var mitt fyrsta season í meistaraflokk og það gekk bara mjög vel og eftir það season fekk ég mitt debut, eins og maður segir, í landsliðinu, fórum hana til Indonésíu, spila þar, þannig að það var svona fyrsta alvöru seasonið mitt, þannig að það gekk mjög vel. En áður við komum að landsliðinu, þá langum við að spyrja þig áfram út í atvinnumannaferilinn, þannig að þú ert í 1 ár hjá Vålerenga og eða hvað? Já, ég í 2 ár. 2 ár þar, þangað til þú fer til annars norsks liðs. Á láni, já. Segðu okkur frá því, hvernig gerast svona hlutir? Akkur ferðu á láni frá Vålerenga og fer til liðs sem enda svo, ofar en Vålerenga í norsku leiktíðinni núna? Sko, þetta var á öðru ári minn. En þeir voru að koma upp, eða ekki? Þeir komu upp náttúrulega, jú. Víking stór klúbbur í Noregi, hefur gengið illa fyrir þetta ár sem sagt. En þetta rosa stór klúbbur. Burtséð frá því þá var þetta öðru árinu mínu þegar ég var nýkominn heim frá HM með landsliðinu. Þá kom ég tilbaka og við fengum nokkur tilboð sem að mig langaði að stökkva á, sem var kannski ekki báðar hliðar voru ekki sammála kannski. Og úr því kom smá deila við þjálfara og meira. Já, Vålerenga. Já, Vålerenga og mér líka. En kannski best að fara ekki alveg kannski út í það, því að það kannski þið voru bara ekki alveg sammála stöðuna. Ekki sömu blaðsíðu, nei, alls ekki. Og það endaði með því að ég fekk bara það að fara á lán og ég stökk á að fara til Víking. Og það var sem sagt fyrir ári síðan? Já. Cirka? Já, fyrir ári síðan. Þannig að þú varst að klára núna sem sagt 1 leiktímabil með þeim? Algjörlega, byrjaði í mars og endaði núna í desember. Þannig að það var mjög fint. Þér gekk mjög vel núna? Já, algjörlega. Ég spilaði alltaf bara alla leiki og 90 mínútur og endaði í 5. sæti og tóku síðan á lokum titill í bikarúrslitunum. Bikarmeistaratitil. Já, bara æðislegt. Hvað svona langtíma markmiðið hjá þér? Hvað draumurinn að enda hjá stóru liði? Draumur minn hefur alltaf verið það að spila í topp 5 bestu deildum í heiminum og spila sjálfsögðu fyrir landslið, komast í byrjunarliðið þar. En allt þetta tekur tíma og ég har mikið ólært eftir og það er bara partur af markmiðinu. En þá aðeins að landsliðinu. Þú 2016 ert að komin í hópinn, ekki? Þessi 2017, tímabilið, fyrir cirka 2 árum síðan. Rúmlega 2 árum síðan. Og ert búinn að spila nokkra vináttulandsleiki. Já. En fékkst svo svona kannski stóra prófið í rauninni getum við sagt, þó að það hafi verið loka leikurinn hjá Íslandi núna. Algjörlega. Það gegn Moldóvu. Já. Spilaði þar hvað mikið? Ég held svo 35-40 mínútur. Já, algjörlega. Ég er búinn að spila nokkra vináttulandsleiki, held sem 9 cirka. Já. En eins og þú nefnir, þá spilaði fyrsta leiki núna í Evrópukeppninni, riðlinum, sem var fyrir mig persónulega frábært. Ég er búinn að hugsa að þessu síðan ég var 30 ára Póli að leika mér hér. Og komast að hjá landsliði. Algjörlega, þvílíkur heiður líka að fá að spila með besta landsliði ever. Íslands. Já, bara frábært. En þú varst líka í HM-hópnum. Hvernig var það? Og þú hafðir ekki komið við sögu í neinu leikum. Þú ert náttúrulega mjög ungur hérna. Já, sjálfsögðu. Þegar maður fekk að vita að maður var í hópnum, þá gaf maður ekki annað að vera ánægður. Það er alltaf bara hápunktur lífsins hjá mér að komast á HM. Það er bara ólýsanlegt, myndi ég segja, sko. Að vera partur af þessari grúppu og geta lært það sem þeir eru búin að gera. Taka inn í minn leik. Já. Hvernig svona venjulegur dagur, hvernig hefur venjulegur dagur verið hjá þér undanfarið ár sem atvinnumanni í Noregi? Þetta er mjög stíft prógram. Þetta er æfingar klukkan 10 morgnana, þá maður vakna 8, mæti í morgunmat og síðan þegar æfingunni búið þá er hádegismatur og síðan fer eftir hvort það sé vídeó af leik, fyrir leik eða eftir leik eða ræktinn. Þannig að allir dagurinn fer í þetta
maður er komin svona heim 2, 3, 4 og þá það maður bara recovera og eins og maður segir, bara hvíla sig heima. Það er ekkert. Þú búinn að vera einn í Oslo? Já, ég var einn í Oslo. Ég var búinn að vera það og já, er enn. En þegar maður ert að hugsa eitthvað menntun á meðan þú ert að þessu? Er það eitthvað sem þú ert alltaf að skoða? Fjarnám? Algjörlega, ég var í fjarnámi þegar ég fór út fyrst og kláraði einhvað þar sko. En síðan hef ég ekkert verið nógu duglegur núna í því, en ég er svona verið að skoða þjálfun og áhugað því að geta klárað það meðan ég er úti. Þannig að maður getur alltaf gert meira. Já, þurfi ekki atvinnumenn að hugsa þessa hlið, þú veist, ferillinn getur farið út gluggan getur við sagt í einu leik ef menn meiðast illa? Algjörlega, og ég svo sannarlega... Þurfi þá ekki að hugsa þetta? Algjörlega, svo sannarlega, og ég kynntist því náttúrulega bara þegar ég meiddist að þá sé maður svona aðra hlið af lífinu að segja þannig, svona fótboltinn en jú algjörlega, ég meina það eru margir leikmenn sem eru með menntun og eitthvað eftir fótboltann og það er mjög mikilvægt og ég geri það. Hvað ertu að gera mikið í líkamsþjálfun og í andlega þættinum í dag? Hvernig sinnur þessu? Líkamlega náttúrulega, það er náttúrulega eins og núna í off-seasonu, þá er náttúrulega að vinna með Gunnar Má sem ég ger og hefur alltaf gert og hann sér algjörlega það og síðan hef ég líka verið hjá sálfræðingum að ekki það til það sé eitthvað heldur það er bara gott fyrir mann að vera með eitthvað sem maður getur talað við heldur en fjölskylduna skilur, þú getur talað við hann allt og sé lífið á annan hátt og ég tel það vera mjög mikilvægt og það hefur hjálpað mér að sjá sig líka mjög mikið þannig að það er, já. Hvað með hluti svona eins og mataræði? Hvað ertu að pæla mikið í því? Jú, ég pæli mjög mikið þó ég sé ekki algjör öfgar en maður náttúrulega brennur rosalega mikið á æfingum og leikjum og þarf að hugsa það. En það er hugsað út það líka fyrir okkur við erum með menn í vinnu sem vinna hjá klúbbnum sem eru að sjá það og við fáum prógram og mataprógram og allt það. Þannig að það hefur hjálpað mikið og það er mjög þægilegt. Aftur til Keflavíkur, félagar þínir í Keflavíkurlauginni eru nú að æfa hérna á bakvið þig núna. Við getum ekki sagt að það sé glæsileg staða í knattspyrnunni í Keflavík og á Suðurnesjum. Það er ekkert lið í efstu deild, hvorki í karla og í kvenna. Getur þú komið með eitthvað innlegg í þetta? Út af hverju er þessi staða? Sko, maður veit náttúrulega aldrei ástæðana fyrir því sko, en ég meina það var mikið kynslóðaskipti hjá strákunum í meistaraflokknum og eins og gaf út að þeir ætla núna að byggja upp frá grunni með unga leikmenn. Hvernig líst þér á það? Mér finnst það persónulega finnst það mjög fínt, en að sjálfsögðu það maður reynslu líka inn, en strákarnir eru mjög góðir og ég þekki alla strákana hérna og mér líst bara mjög vel á hvað Keflavík er að gera núna og ég held að þetta er eftir að bara ganga vel. Eysteinn og Siggi Raggi gera mjög gott mót og Ómar. Þannig að ég er bara mjög jákvæður yfir þessu. Saman með stelpunar Hauk og Gunna. Það voru náttúrulega efstu núna, en því miður, já, gekk ekki eins og gekk, en já, þetta er jákvætt yfir þessu. Aðeins aftur að atvinnumennskunni. Þið spiluðu og þú hefur spilað nokkra leiki, já, þið voru að spila við Man United. Og við eigum eitthvað myndiræði þar sem þú ert að eiga með Lukaku hérna í fanginu nánast. Já, það var svona árlegt hjá Vålerenga mitt sumar að þegar þessi stóru lið eru á pre-season undirbúningstímabili að við spilum móti stóru liðum og við spilum móti Real Madrid, Barcelona og síðan núna fyrir 2 árum eða 1 ári móti Man U og það var alltaf bara æðislegt. Ég meina, 40.000 manns á vellinum og þeir eru með sitt besta lið og þannig að það var svona mjög gaman að kljást við á. Hvernig setur þig hvernig berðu þig saman við þá? Hversu miklu betri er Lukaku heldur en þú? Eða öfugt? Já, það er góða punktur. Ég myndi segja frekar Pogba, hann er miðjumaður og ég er miðjumaður. Hann náttúrulega, það er ekkert hægt að bera okkur saman. Ég meina, hann er náttúrulega stór stjarna og búinn að vera lengi í þessu og Var hann í liðinu þegar þú voru að keppa? Já, hann spilaði leikinn. En eina sem ég get sagt til því er bara að ég horfa á hann og læra á honum og reyna að gera eins og vel og hann hefur gert. Þannig að það er bara partur af þessum stiga sem við erum að ganga. Er eitthvað eitt sem þú getur bent mér á sem að þú þarft að ná og ert ekki með í dag
til þess hreinlega bara að, bara segjum eitthvað fáránlegt, að Liverpool vilji kaupa þig, skilur eitthvað svona, sem stóri draumurinn á þér að komast til, eins og náttúrulega draumur flestra ungra peyja sem í þessum spórum eins og þú. Hvað, geturðu sagt mér eitthvað, hvað þið vantar í dag? Það mikið sem ég vantar. Ég get alltaf bætt allt enn meira, 1% í viðbót. Ekkert sérlega eitthvað eitt. Þannig að, eins og ég segi, þegar ég fer á aukaæfingar þá æfi ég það sem ég er lélegur í og líka það sem ég er góður í. Og já, það bara svona að halda við, bæta sem meira og meira. Og svo þetta kannski líka smá heppni þegar maður dettur niður á eitthvað, á ferlinum, sjálfsögðu. Svona eftir hvernig hlutinni þróast. Já, algjörlega. Það náttúrulega heppnin, stundum margir þurfa að fara lengri leið, sumir fara styttri leið. En það bara eitthvað sem gerist. Maður bara halda áfram að gera sitt besta og sjá hvað kemur á endanum. Leið og við þökkum fyrir áhorfið þá minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Blaðið okkar fagnar 40 ára afmæli síðar á þessu ári en því dreift inn á hvert heimili og í fyrirtæki á öllum Suðurnesjum. Á Víkurfrétta vefnum erum við með nýjar fréttir eða efni alla daga vikunar á vaff.is. Þá erum við í golfi á kylfingur.is, nýjar golffréttir alla daga ársins. Alla okkar sjónvarpsþætti getið líka séð á Víkurfrétta vefnum í bestu myndgæðum í öllum ykkar snjalltækjum, tölvu eða sjónvarpi. Við endum þáttinn á 13. gleði í Reykjanesbæ, þar sem bæjarbúar fjölmenntu og kvöddu jólin með tónlist, álfabrennu og flugeldasýningu. Verið sæl!